Ok, leikdagur á móti HK í Kórnum. Við ætlum að fylgjast aðeins með bara upphitun og bak við tjöldin hérna þegar við erum að gera allt ready fyrir leik. Þetta er svona fyrsta stöðun sem við vinnum með þegar við komum á völlinn. Og þetta er svona almenna preppið okkar. Og hérna tökum við svona alla upphafsvinnuna. Þannig hérna kveikjum við vel í okkur áður við förum að byrja og keyra allt í gang. Svo hérna eru komnar keilurnar og við tökum líka míniböndin til að kveikja vel á rassvöðunum. Mjög mikilvægt að gera alla preppvinnu vel. Við erum óvanir því að spila kannski hérna inni, hann er reynda blautur völlurinn. Ja, hann er nokkuð farinn að þorna samt. Hendur teygjunum með það. Svo menn geti kveikt aðeins í rassvöðunum svo þau geta farið að mynda eitthvað kraft hérna eftir. Svo þegar menn eru búnir í possession-leiknum þá förum við í fótavinnu. Sumir byrja fyrst þar, aðrir fara að skjóta. Ég vil reyna langa sendingar. Og ég er með 3 mismunandi útfærslu. 3, 4 og hérna er síðasta útfærslan sem við reynum. Þannig hérna. Hérna. Ok, þá er keiluröðunin komin og eins og ég segi þá byrjum við að fara hinum megin upphitunin. Þannig að strákarnir koma út, skokkaðir aðeins, koma svo til mín. Og við erum í svona 7-10 mínútur í activation og undirbúningi, undirbúða fyrir það sem er að koma skal, kveikja vel á taugakerfinu, gera það ready. Svo förum við possession leik hérna, þar sem við reynum aðeins að fá púlsinn upp og venjast vellinum og fá tempo í leikinn og bara reyna að fá virkilega svona, hvað segir maður, bara vera ready, kveikja vel á okkur frá upphafi. Svo þegar menn eru búin að því geta það fara að senda á milli, jáfnvel skjóta markmennina þegar þeir eru búin að hitta sig upp og einhverjir byrja í fótavinnunni en sumir vilja bara klára fótavinnuna og fara svo bara beint inn í klefa og gera sér ready áður en leikurinn byrjar. Þannig að svona er kannski 45 mínútur fyrir leik hjá okkur. Yeah, freshman 10. This shit making me feel old, damn. I gotta go back to 010 when the best car I rode in was an old Benz and new enemies were still old friends. Honestly, I think it was around 09 the time I got the XXL cosign. Remember thinking I should have been on the last couple years, nigga, both times. For the first time, feel I was walking in my truth. Cold day in NYC, nervous walking in the room. Bumped into the coolest nigga Wiz, he like, dude, you made it here too. Við vorum að gera activationin inni og þannig að ég er núna bara ready fyrir uppbytun, svo tekur við meiri uppbytun og gauja eftir smá. En við erum búin að taka activationin að kveikja þessu löppunum og svona, en svo mun það vera enn meiri uppbytun þegar við byrjum leikinn og gegnum leikinn. First nigga that I seen rockin' that many diamonds and real diamonds inside his tooth. I said, shit, nigga, just tryna be as poppin' as you. Hey, he ain't laugh, it was cool. Then they made us all stand together like we was a big ass group. And I seen my nigga Nipsey there in all blue. Back then, niggas thought he talked and looked just like Snoop. Damn, I'm just looking for this new nigga that Hov signed. Some nigga from North Carolina I heard of named J. Cole. And they say they delayed his flight, so they gotta Photoshop him in. I hope this shit look right. Goddamn. Freshman 10. The funny thing about being next up is that shit, you'll never be next again. Got my foot in the door and been stepping it up ever since. Crazy how some of the longest, most stressful days of your life end up being the times that you wish you could live twice. Only 2 mixtapes in, but in my city one of the realest though. And at that time niggas peep niggas was stealing flows and building off it. And at that time that nigga Ye was like Dre, I'm just trying to make him M's off it. Later that night I hit the stew and nippin' Wiz. Fresh Montana too, but he wasn't on the cover. I mean at least not ours, but they put him on another. And to sum up the whole night, I get back to the hotel, a few doors down, it was J-Rock. He said today was wild shit, but let me introduce you to my young dog next up named K-Dot. Á meðan leik stendur þá erum við uppbytun eftir 15 mínútur, þessi leikmenn fara að skokka sjálfur, 6-8 ferðir, bara aðeins að fá blóðflæði. 30. mínútu, þá verður svona activation, rytkun og aðeins að kveikja púlsinu og fá taugakerfið í gang. Svo í upphafi seinni hálfleiks þá komu þeir sem voru að spila leikinn, þegar þeir komu út á völlinn eftir hálfleikinn, þeir taka smá drillur, 3 drillur bara til að kveikja sér aftur og vera sharp inn í leikinn. Og svo hitum við varamennina í seinni hálfleik, byrjum við kringum 45-50 og svo bara gera þetta reddi þegar kallinn kemur inn. Shout out Pill and OJ too, Gangsta Gibbs for Sean Donis and J-Rock too. I pray you got as much love for me as I got for you. Real shit, I think we was the best class that ever came through. Freshman 10. I remember I graduated cash in like 06.